Nú búið að útvíkka gjaldskyldu-svæðið á svæðinu við gamla spítalann og fyrir ofan gömlu Hringbraut. Þannig að það minna gjaldfrjálsum stæðum á því svæði. En sem mótvægi það, þá búið að opna ansi stórt bílastæðasvæði hér þar sem við stöndum núna, hérna sunnan Læknagarðs. Aðkoman að þessu svæði í gegnum bílastæði við Læknagarð og frákeyrslan frá svæðinu þá líka í gegnum bílastæði við Læknagarð. En hér heilmikið svæði og gönguleiðin frá hérna þessum stæðum og upp í áttina að spítala hérna að austanverðu, austanmegin við hérna framkvæmdasvæðið. Á þessu svæði hérna sunnan Læknagarðs þá þetta svona í kringum 300 bílastæði sem búið að bæta við hérna. Þannig að það hefur orðið talsverð aukning á bílastæðum fyrir starfsmenn, þó svo að það sé komið kannski örlítið fjær byggingunum heldur en sem var, vegna þess að það búið að taka fleiri stærra svæði nær byggingunum fyrir sjúklinga undir gjaldskyldustæði. Og ástæðan fyrir því að við stækkum svæðið, hérna gjaldskyldu-svæðið, bara vegna þess að í verkefninu að þá sjúklingurinn í öndvegi og það bara verið að auka þjónustu við sjúklinga og það verið að setja gjaldskyldu til þess að reyna að tryggja stæði fyrir þá sem næst byggingunum. Og svo við að byrja á núna að endurnýja og gera ný bílastæði við eldhúsbygginguna og rannsóknarbygginguna við Eiríksgötu. Þannig að það verið að loka því stæði núna á meðan það verið að setja þar snjóbræðslu og malbika þau stæði og merkja upp á nýtt hérna. En þau stæði áformuð einnig líka að það verið gjaldskyldsstæði og verið fyrir sjúklinga.